gaman að fá þig heimsókn. Takk fyrir að bjóða mér. Þetta var búið að vera svolítið lengi í gerjun. Já, það má segja, þú veist, ég hef borið það mikla virðingu fyrir þínu podcasti að ég hugsaði svona, já, ég fer þegar minn tími kemur og ég hef svona ekki alltaf fundist tíminn vera komin en ég er svo sannarlega tilbúin í spjall við þig hér í podcastin núna. Já, geggjað. Ég hef nú þó nokkuð oft minnst á þig í podcastinu mínu. Já, ok. Sem sko mann sem hefur haft mjög mikil ári á mína vegferð. Já, takk fyrir það, Sölvi. Á mjög jákvæðan hátt. Ég fór í fyrstu hugleiðsluna mína til þín. Ég fór nú reyndar í fyrsta svetti mitt hjá þeim í Elliðaádalnum en þeir voru nú frumkvölar á sínu sviði en ég hef nú samt farið lang oftast í svetti þín. Já, ég lærði hjá þeim og þar var ég bara tendraður af þessu sko og þegar ég kynnti svettuna, þetta er svona 96 nýorðin edrú og þetta var að þvælast fyrir mér svona hlutur eins og æðri máttur og hvað er að vera andlegur og allt þetta var ekkert auðvelt fyrir mig að svona, ég er svona gamall marxisti, skilur en svo í tjaldinu þá bara gerist þetta undur að bara ég upplifi bara þetta er æðri máttur, þetta er að vera andlegur þetta ætla ég alltaf að gera. Já, það er bara svoleiðis. Já, bara þannig. Svo vissi ég það til þess að geta fengið svettið inn í lífið mitt svona reglulega, þá yrði ég bara að læra þetta, búið þetta til og það tækifæri kom svo 2007 þegar við Gunni byggðum hús í Kjósinni, ansi mikið hús og þar fengum við land og þar gat ég komið upp svettið sko og síðan hef ég bara verið með svett sem fastnar hlut í mínu lífi. Síðast í gær vorum við að setja. Já, gott að byrja þetta bara á svettinu. Við vorum alltaf saman í svetti í gær. Já. Ég hef nú búin að koma æði oft í þín og ég mitt hugsaði í gær að því hlutir kom og fara. Já. En þú veist, hjá þér hefur svettið verið rosalega fastu punktur í tilverunni. Ég meina hjá mér, það kom að ár sem ég mætti mjög oft í þín. Ég svo hefur verið 20 sinnum eitt árið eitthvað þess. En núna er ég meira að gera þetta kannski svona einu sinni á hverjum ársfjórðungi. Mér finnst það mjög gott. Já. En þú veist, hverjir eru töfrarnir í svettinu? Töfrarnir í svettinu eru eiginlega, við getum sagt að mitt andlega ferðalag, eða mitt ferðalag í því að finna út hver ég er, sem er svona kjarni málsins fyrir mér, það er að, finna út hver er ég og það þýðir það að ég hef staðið frammi fyrir því að veit ekki hver ég er og það gerist svona sko ég er 42 ára þegar ég fer í meðferð og svo hefst sú ganga, þessi 12 spora ganga og með þeim tækjum og tólum sem ég finn þar og svo gerist það bara svona ætli ekki, ég hef búin að vera edrú í 10 ár þegar ég bara fatta ég stend alltaf frammi fyrir sömu hurðinni, ég kemst ekki í gegnum hana alltaf sami múrin fyrir fram mig, sama hvað ég fer á marga fundi, sko. Og sannarlega, þú veist, færði edrúmennska mér alveg nýtt líf og nýtt tækifæri og nýjan skilning og þú kemst ekkert áfram ef þú ert að setja eitthvað í þig af svona áfengiða efnum, sko. Og þá stend ég frammi fyrir þessu að ég átta með því, ég veit bara ekkert hver ég er. Og ég hef bara mjög slitrótt á minningar bensku mína og fortíð og mér finnst, og ég svona upplifði mig sem svona bara rosalega mikla óreið. En ég er svo heppinn að þrátt fyrir það, þá er ég að lifa í harmoníu. Sem sagt að núverandi kona mín, hún Gunni, ég kynnist henni í 12 spora samtökunum. Og þar förum við í ferðalag lífsins saman, þar sem við erum að vaksa og takast á við þessa óreiðu sem fylgir því að hafa verið virkur í fíkniójafnvægi. Og þannig að við erum alltaf stöðugt í þessu samtali, sko. Og ég elti hana svo inn í
inn í hennar vinnu þar sem hún farin að vinna með þerapistum. Ég búin að vera að vinna, ég notaði svetti mikið og síðan fer ég inn í buddhisman og inn í mindfulness meditation sem að hefur haft stórkostlega góð áhrif á líf mitt. En lykillinn að því að fara úr þessum sem við getum kannski rætt á eftir eða sem sagt það þegar maður fastur inn í þessum heimi partana, þegar við tölum parta, no bad parts, að maður læstur inn í varnarmekanisma, tilfinningalögum og vitsmunalögum sem verður til í áfallasögum hans og leiðin tilbaka, leiðin heim, hún svo mikið að sleppa og treysta og það það sem svettið gerir. Svettið það medicín sem svona hvað öflugast að gera þið vulnerable, að gera þið berskjaldaðan, að hjálpa þér einmitt í því að svo maður sletti áfram að let goa sem við segjum að sleppa þessu taki sem þú hefur á hinn og þessu og finnst þú ekki geta sleppt að því að þú svo hrættur við að hvert ég að falla ef ég sleppi þessu og þá þessi fallega fullyrðing í svettinu the war is over, we going home stríðið búið, við erum að fara heim og heim bara og þess vegna samhliða því sem þú ert að vinna með ýmislegt sem að gagni kemur að þá svettið, þegar maður hefur það svona reglulega inni alltaf, þá hjálpar þeir rosalega mikið í að endurnýja þessa getu að sleppa. Akkurat. Að þora að vera berskjaldaður sem ekkert auðvelt og að hljómi rosa fallega, En maður það óhjákvæmilegt eins og ég sé það þegar þú ferð í svett, þá óhjákvæmilegt þú mætir sjálfum þér. Já. Og þess vegna þú veist að þá kom upp einmitt, það kemur allt í hennu kvíði, bara leið og það búið að loka og að niða myrkur, þá kemur kannski innilokan ekki eða kvíði, eða ég að fara að geta þetta verður á heitt og allt þetta. Og þá eina leiðin út inn. Já, algjörlega. Og það bara speglar líka sjálfsvinnuna. Eina leiðin bara inn á við. Og það rýmar við þessa fullyrðingar mistarana. Hvort sem það Buddha eða Jesús eða hverju allt sem þú leitar að býr nú þegar innra með þér og himnaríki býr innra með þér. Þetta alltaf inn á við og þess vegna alveg þess vert að minna sig á hvaðan svetti kemur og það kemur frá fyrstu þjóðum Norður- og Mið-Ameríku og það aldrei það svett að ég sé ekki fullur að þakklæti fyrir það að þetta fólk hafi lofað okkur að nota þessa seremóníu. Það var tekin ákvörðun það hjá öldungaráði í þessari fyrstu þjóða að opna svitahofsseremóníuna fyrir öðrum en bara fyrstu þjóðum. Og þessi element, eldur, vatn, vindur og jörð, þetta auðvitað svakalega öflug element og þegar þau eru sett svona fram og þennan hátt eins og indjörnir eða fyrstu þjóða fólki gerðu þá verið að setja okkur inn í prósess sem svo kraftmikill að það slægir út framheila virknina, þessa sjálfstýringu hugan sem við erum alltaf í og það setur allt hinga niður bara, og þá í svettinu byrja þetta allt að opnast og þá gerist það sem, þú veist, verði það sem verða vill, að þá það oft sem að tilfinningafrerin, tilfinningahindran eða svo margt sem opnast og færa flæða og þegar maður í söngnum og í samkendina, því að við erum öll eitt að inni, að þá finnur að þú ert öruggur og þetta staðurinn þar sem þú algjörlega sleppir og færð að flæða með hópnum þangað sem þér ætlað að fara og það svo hollt og gott að hætta að stjórna og reyna að stýra og stjórna eins og maður alltaf að reyna að gera í sjálfstýringunni, að finna bara að þú ert öruggur í flæðinu bara hér og nú, þetta allt í lagi, þetta ok og þú veist, og þetta það löngu vegferð að ná því
Já, heldur betur. Það er líka mjög mikilvægt finnst mér í svettinu, þú veist, að því að við í okkar tjaldi höfum dregið inn í seremóníuna mikið af okkar reynslu úr okkar sjálfsvinnu, þar sem við erum að vinna með áföllin okkar, við erum að vinna með partana okkar, við erum að vinna með margt af því framsagnasta sem er í þerapíun í dag og við getum sauma það inn í þennan strúktúr sem Indíálandir hafa gefið okkur án þess að vanvirða nokkuð þeirra tradisjón eða helgi, heldur þvert á móti virðum við það í hvívetna en færum síðan okkar tungumál, menningu og reynsluheim inn í þetta þannig að við erum ekki bara að herma eftir eða reyna að gera þeirra seremóni eins vel og við getum heldur. Við gerum þessa athöfn og okkar og við förum hann inn til að vinna með okkur. Þetta er bara hörku vinna þegar þú kemur hann inn. Og þá er líka dálítið mikilvægt þessi vorum að tala að þetta hljómar mjög dramatist þegar við förum í svetta. Við erum að fara inn í svitahofið til að deyja tákgrænum dauða og endurfæðast. Þetta er bara, wow, hvaða vúdú er í gangi, þú veist. En svo lesum maður, já, en þetta er líka hellings og rock'n'roll. Akkurat. Þú veist, það er tromman, það er söngurinn, það er samkenndin og gleðin og krafturinn. Þetta er magnað. Ég heyrði einhvern tíðan góða setningu sem satt svolítið í mig sem var the opposite of depression is expression. Já, ok. Og það er eitthvað sem ég hugsa þú í svettinu skilur að þú ert að nota röddina þína, þú ert jafnvel að tromma, þú veist, og það eitt og sér getur verið svo mikið meðal. Að vera að syngja og mantra með fólki og vera að fá útrás og einmitt, þú veist að þú ert farin út úr framheilum, þú ert meira í og ég byrjaði að æfa mig, ég hafa góðu maður sem sagði við mig ég var að koma með fyrstu trommuna mína og hann sagði ég er farin að alltaf þegar ég er eitthvað þungur eða erfiður að þá sest ég niður og tromma tíðnina mína upp, ég bara hlusta á víbringin í trommunni og það slöknar bara hægt og rólega á framheilum af því að þú veist, bara ef þú ert að hlusta á víbringin í trommunni, þá hættir þetta stöðu analítiska samtal sem að framheilin er alltaf að halda gangandi, sko. Þetta er allt samfélagið eru svona sögur í gangi. Allt samfélagið eru að heyra sögur af fólki sem er að uppgötva það að það er sitt eigið medicín. Við erum að heyra meira og meira því að fólk er að fara að taka meira ábyrgð á sjálfu sér á eigin forsendum og það er það sem að er svo fallegt við arfleiðina aftur búddismin, arfleið indjánana það sem Jesú Kristur kendi í sambandi við samskipti og kærleik og allt þetta að þetta er í raun og veru það róttækasta og það besta sem við höfum aðgang að í dag. Við höfum auðvitað, nú er maður ekki að tala neitt gegn, akademískri þekkingu og klínisku meðferðum og allt það, heldur það er gott þegar að því kemur, en leiðin þangað getur hins vegar verið hlaðin af sjálfsmild og sjálfsgetu þannig að við þurfum kannski ekki að fara svona langt að við þurfum að fara inn á geðdeild eða fara inn í lyfin og þetta. Það er svo margt sem við getum gert til að grípa okkur, styrkja okkur og hjálpa okkur í að höndla hamingjuna á því bara að gangast við okkur eins og við erum. Bara það sem að maður heyri, því ég er nú frekar, optimist. Mér finnst heimurinn ekkert vera að fara til helvítis, þvert á móti. Og það til dæmis sem maður heyrir að það er svo mikið af flottu fólki út í samfélaginu, inn í kennarastéttinni, inn í fólki sem er að vinna með börn og fólk sem er að vinna inn á stofnunum með þá sem minna mega sín og þess að maður er að heyra að það sé mikið átak í gangi í skólakerfinu að fara að kenna tilfinningalæsi að fullri alvöru. Af því að það sem maður hefur lært bara í minni sögu og í því fólki sem ég hefur verið samferða sem hefur farið í fíkni ójafnvægi, á bakvið það
áfallasaga mín, traumatisera barn af ýmsum ástæðum og það þarf ekki endilega að vera traumatisera að því að faðir minn var alkohólisti, við getum verið traumatiseruð út af hinn og þessu, það lenda allir í áföllum og áföllin eins og við vitum ekki bara það sem kemur fyrir okkur heldur hvað situr eftir. Akkurat. Og þegar það situr eitthvað eftir sem gerur okkur skökk, þannig að það eru komnir upp partar til að verja okkur og við erum komin í þessa tengslaröskun við okkur sjálf og erum að lifa svo mikið í afleiðingu af einhverju sem gerðist að þá magnast upp hlutir og það bara kerfin okkar, þau gríp inn í og magna upp varnir og styrkja getu í að verja okkur og forðast flýja eða afneita sársauka sem við verðum fyrir. Og þá erum við farin að kópa eða vera í samskiptum við fólkið þarna úti og samfélagið á forsöndum sársauka sem við afneitum og viljum ekki vita af en búin til einhvern front sem alveg superflottur og bara maður alkallinn og allt það en þeir líður alltaf illa og það færi þig svo yfir í það þegar þú uppgötvar að þú getur sett eitthvað í þig sem býr til super núvitund. Þú setur í þig áfengi, þú setur í þig eitthvað hugbreytandi og þau eiga það öll sameiginlegt að þau búa til þetta blitz og það eru absolutt núvitund stund. Það er engin fortíð, engin framtíð. Það er ekkert að sjá eftir, það er ekkert að kvíða fyrir neinu, þú ert bara 100% hér og nú. Og það er ástandi sem maður vill gjarnar vera í öllum stundum. Akkurat. Af því að, og það er það sem Buddha kennir. Buddhismin kennir á náttúrulegan og eðlilegan hátt að geta verið sem mest í jafnvægi hér og nú. Það verður ekki alltaf skilurstu fortíð eða framtíð. En til þess þá þarf það að vera alltaf meistari sjálfur þér eða svona, þú þarf að gangast við þér. En það sem gerist með okkur sem erum bara börn og úlingar og komust í þessi efni til að búa til þessa supernúvitund að hún varir bara stund arsakir, svo hefst bara þetta svakalega ferðalag sem oft leiðir til geðveiki eða dauða og tekur með sér fjölskyldur og þú veist, okkar samfélag undirlagt af svona ójafnvægi sem á rætur sínar að rekja í tilfinninga ójafnvægi okkar sem barna. Ef við getum farið að skima fyrir, gangast við og þjálfa getu til að díla við þetta strax í skólakerfinu þá eru við, þú veist, forvarnir eru ekki það að fara í skólana með einhverja stríðsögur og einhverja ægilega sögur af einhverju svakalegum karakteru sem að survive fíkniójafnvægi, þó það megi minnast á það, en það er að þjálfa börn og unglinga í tilfinningalæsi og tilfinningagetu, þar er gullið. Þetta er góð punktur sem þú veist að koma með það, því ég hugsa, ég er alveg sammálaður að ég er optimist og ég er einmitt á því að það sé svo mikið þögull meirihluti bara fólki sem er að hugsa náungan, vinna sjálfsvinnu, gera fallega hluti, en svo eðli fjölmiðl er dálítið þannig að við fáum að heyra það ýktasta og það sem vekur sterk viðbrögð og allt þetta. En í hina röndina, ef maður myndi, þú veist, jafn mikið og maður er jákvæður og segir það eru frábæri hlutir að gerast bæði á Íslandi og í heiminum, ef maður myndi vilja skoða en hvað þurfum við, hvað er þá er það þetta ójafnvægi sem við að tala um, því eitt er fyrsta lagi erum við náttúrulega að sjá mjög mikið af bara alvarlegum fíknisjúkdómum og alvarlegum afleiðingum fíknar, en svo eru líka bara hlutir eins og að 70% Íslendingar sé í ofþyngd eða offitu, að 60.000 Íslendingar sé að taka kvíða þunglyndislyf. Á endanum vill maður trúa því að allir eru bara að reyna að láta sér líða vel og við erum að reyna að regulera taugakerfið okkar og þetta finnst mér vera tölfræðileg staðreynd að við erum ekki alveg í jafnvægi. Og þá er það spurning hvað getur við sem samfélag gert til þess að fara í samfélags átak að kveikja á því. Við erum að koma úr aðstæðum þar sem að forfeður okkar þurftu að vera berjast fyrir lífi sínu miklu meira en í mörgum öðrum löndum bara út af hörðum veðurskilyrðum. Og við erum núna einhvern veginn á nú erum við efnislega komin með, ég menna langflestir eru með allt það sem þeir þurfa, þú veist, það þakka yfir höfuðið, þú ert með faraskjóta, þú ert með föt, þú ert með mat. En í kerfin okkar er ennþá þetta, ef ég er ekki duglegur þá dey ég og streitan er mjög há í íslensku samfélagi og út frá streitunni
verður til taugakerfi sem ekki alveg í jafnvægi og þá viltu ná jafnvægin og þá jafnvel ferð að nota hluti sem að verða síðan að fíkn. Sko, ég held að við förum aftur í þetta sem ég var að tala sko, að í grunninn þetta oftar en ekki, sko, áföll. Sko, foreldri sem í ójafnvægi streitu sem að, hefur ekki getu til að næra barn sitt af bæða tíma, athygli, ást og alúð, það getur valdið mjög alvarlegum áföllum hjá barninu. Og þannig að þetta snýst alltaf tengsl eða rof. Það það sem maður hefur lært frá sínum þerapistum og í þessari sjálfsrannsókn sem leiðir mann svo út í það bara hvað að vera manneskja, ekki bara hvað að vera tolli, heldur bara hvað að vera manneskja. Og því meira sem ég veit mig, því meira veit ég hvað að vera manneskja. Og manneskjan þarf tengsl umfram allt. Við þurfum ást, alúð og umhyggju og við þurfum viðurkenningu. En í samfélagi sem knúið áfram af svona mikilli efnishyggju, eins og samfélag Vesturlanda þú veist. Og sko, þegar maður fer að tala svona samfélagslegu hliðina í tilveru mannsins og baráttu hans við að vera í jafnvægi, þá kemst maður ekki hjá því að skoða getu neyslusamfélags og getu kapitalismans til að viðhorf stýra einstaklingum í þá átt að gera þá að neyslu einingu sem að sjáðu bara gagnagrunn snjallfyrirtækjana sem eru seld til stóru fyrirtækjana og svo bara sett inn í það ástæðan fyrir því Ástralir að banna símanotkun barna og unglinga að það hægt að læða inn svo miklum viðhorfsstýrandi hlutum sem að sviftaði frelsinu til að vera manneskja að þegar þau eru komnir inn fyrir taugakerfið í þeir markaðsaðilar að þá þú búin að missa tökina á því þú ert ekkert alveg barnið þitt. Það eru markaðsöfl sem alveg barnið þitt. Og þetta veldur svo miklu, þetta svona mjög grafískar útlínur, en gaman að henda þið fram. En það hins vegar, sko, það veldur svo mikið þessu sem við erum að tala það veldur svo mikilli tengslaröskunni, milli foreldra og barna og barni gáðar sjálfu sér og svo framvegis. Að því að við getum alveg tapa tengslum við okkur sjálf og við förum að lifa í einhverjum sýndarveruleika sem knúin áfram af aðilum handan við okkar rými sem samt inn í okkar rými við að stýra hvað vil ég og það alltaf verið að reyna að selja okkur eitthvað. Akkurat. Og í raun og veru sko hefur humanity vikið fyrir því að virði manneskjunnar bara vegið og metið sem neyslueining. Bjartsýnn maður að tala en á móti þú veist, en á móti þá bara rosalega vaknandi meðvitund þetta út í samfélaginu eins og þú segir meðal hins nafnlausa fjölda algjörlega. Í að bara við erum bara að taka þetta í okkar hendur sko. Alveg sammála og þetta mitt nátengtir sem að tala með jafnvel hvers vegna fólk fer að nota hugbreytandi efni eða áfengi út af því þú ert að reyna að ná þessari núvitund og þá hugsaðu að það engin smá skilyrðingar og öfl að við erum raun og vera alin upp í samfélagi það sem alltaf verið að segja okkur þetta verður í lagi þegar þetta verður í lagi ef og þú ert alltaf að horfa á okkur punkt þetta svo mann ég hlustaði einhvern tíðan á Alan Watts og hann útskýrði þetta svo vel hann sagði þú ferð og byrjar í leikskóla og þar skilistur í að svo kemur grunnskólinn og svo það grunnskólinn og það einhverja einkunnir og þú strax byrjaður að já þetta verður gott ef ég geri og svo vaknar upp einhvers staðar á miðjum aldri í tilvistakreppu og hugsa búið að vera að blekkja með allan annan tíma ég hélt alltaf að ég væri að fara að fá okkur verðlaun svona seinna og þá fattar fólk, já, þetta snerist allan tíman bara að vera þakklátur, að vera í hvíli í stað og stund, að vera núvitaður þegar þú varst einhvern fólki og það eru kannski hinn raunverulega verðmæti lífsins. En þó að þú hafir þetta allt fyrir fram að þig og þú ert ekki í góðum tengslu við sjálfa þig, þá nærðu bara að skilja þetta svona intellektuál. Akkurat. En þú þarft að lifa þetta. Og þannig að ef þú hefur ekki úr benskuðinni þessa umhyggju, þessa ást og þessa viðurkenningu þá er allar líkur á því að þetta verður dálítið töff
100%. Skilur þið, þannig að brekkan og ef að þessi hlutur eru inni þá í sjálfu sér allt í lagi að vera að gera eitthvað sem að veluna við þegar og allt það, þú veist, að því að þú ert í núinu, ertu fullnægður. Þannig ég get sett mér eitthvað markmið hana fyrir framann, svo lengi sem ég hvíli í sjálfum mér, þá á það ekkert að vera til ama. Nei, og þetta hljóma kannski eins og klísja, en þú veist, það er þetta gamla góða the journey is the destination. Það er málið. Þú getur sannarlega verið með eitthvað stórt markmið, en ekki missa sjónar á því að þú veist, að vegferðin að markmiðinu er gleðin. Það er eins og ég byrjaði í spjallinu við þig með hann, já, ég vil vita hver ég er og það er heldur betur ferðalag og það ferðalag hefur sýnt mér að það hefur engan tind. Það er engin endapunktur á því að vita hver ég er. En það að vita hér og nú að ég er á þessari vegferð, það býr rosalega sátt og lífið, það verður sko eftir því sem ég læri meira hvað gerðist og af hverju fór þetta eins og það fór, þá er ég að tala mitt fíkni og jafnvægi og þetta missa stjórnina á tilverunni að þegar maður sem sagt er komin í þessa sjálfsvinnu og er búin að vera dálítinn tíma í þessu, þá verður þetta ótrúlega spennandi, skemmtilegt og fullnægjandi ferðalag því eins og ég sagði, því meira sem ég læri sjálfan mig, þú veist, að vera meistari í sjálfum mér, því meira læri ég okkur öll, ekki sem ego heldur út frá við energy, sko. Akkurat. Og það er í raun og veru stærsta gjöfin, sko. Svo heldur maður bara áfram og maður er alltaf að uppgötva eitthvað nýtt. Það er alveg, fyrirbrigðið ég, sem líffæra og manneskja og tolli og allt það, er svona óendanlega, skemmtilegt verkefni. Og þá ekki að því ég er svona narcissisti eða rosalega hrifinn af sjálfum mér, heldur bara skilningu minn á mér gerir lífið svo ríkulegt í samskiptum við aðra og þá komum við að þessum punkti sem er eiginlega mikilvægastur í þessu, það er að þú kemst ekkert áfram í þessu verkefni nema með compassion, nema með kærleik og þegar þú ferð að skilja það að kærleikurinn er eitt af upplagi mannsins en ekki bara eitthvað merkimið á prestum eða góðu ömmun og afanum og eitthvað þess áttar. Þetta sé eitthvað sérstakt fólk sem býr yfir kærleik. Heldur þetta dýrmætasta upplag mannsins til að díla við þessu. Og til þess og þetta, maður þarf að læra bara bókstaflega hvað er kærleikur og hvað bóðefni tengjast honum og hvernig getum við virkað þetta. Hvernig getur ég þjálfa mig í það að vera kærleiksrík manneskja og læra þessar kærleiks armbeigur, af því þú þarft að æfa þetta. Og til þess og kærleikurinn er svo mikið ferskvara að ef þú gefur hann ekki áfram, ef hann er ekki virkur, þá bara úldnar hann, sko. Og þess vegna er svo mikilvægt, það mikilvægasta held ég í ferðalagi hverjar einustu mannesku er að láta gott að þau leiða. Og ef ég er að öðlast eitthvað sem er að hjálpa mér, gefðu það áfram. Þannig verður til þessi dýnamik sem verður svona kollektív dýnamik, það verður svona þetta er sko sólin sem fær kærleikan til að vaksa er það að hjálpa öðrum. Þú sko ert að láta það að renna út úr gullkorni þetta. Ég hef aldrei heyrt sko kærleikurinn er ferskvara. Þetta er setning sem ég ætla að nota. Ja, nei, ég meina, come on, þú veist. Ef þú liggur bara heim í kojið með kærleikan, þú veist, ósegi, geðveikt. Nei, og þannig stækkar hann. Þannig verð það, og á þessu byggist í raun og veru þessi skoðun mín að leyfa mér að vera jákvæður gagnvart mannkyninu, að mannkynið er búið að keyra sig áfram á þessum tveimur kerfum huga sem er varnarkerfið og hvatakerfið og heimurinn hefur verið leiddur áfram af leiðtogum sem hafa verið ofurseldir eigin áföllum og eru svona narsissistar og
bara fólk á mjög erfiðum stöðum sko, með sjálfsig og síðan eru milljónir manna sem við köllum svona venjulegt fólk sem hérna eru látnir gjalda fyrir ójafnvægi einstaklinga sem í þeirri stöðu bara eins og við höfum hérna eins og leiðtogar heimsins í dag eru margir í gríðalegu ójafnvægi en struktúrin í heiminum þannig að fjöldin hefur svona eins og staðan í dag þá hérna eigum við aldrei erfitt með að hérna finna svar við þessari eins og við höfum alltaf haft í mannkynssögunni við þessu ójafnvægi, þessari geðveiki, þessari einstaklingar sem eru leiðtogar. Einmitt, þetta hérna Gabor Mate sem við erum nú báðir búin að skoða vel, mikill meistari. Hann einmitt talaði sko við búum í samfélögum þar sem að samfélagi verðlaunar, þú veist, það innbyggt inn í samfélagsstruktúrina, þeir sem komast á toppin og verða leiðtogar eru iðulega með ákveðin karaktereinkenni sem eru einmitt bara trámuð og ekki heilbrigð og það svona hugsa maður, þú veist, og það svona eins og nefndir á það með börnin sko, að það svo mikilvægt að byggja þetta bottom up frá menntakerfinu og frá börnunum þannig að við komumst á stað þar sem að við getum, sko það getur alltaf í orðið eftirsóknarvert að einhver verði leiðtogi sem með önnur karaktereinkenni heldur en þau sem hafa verið ofan á núna í mjög langan tíma. Já, þetta eiginlega búið að vera svona limbóið í mannkynssögunni. Ég las daginn bók sem heitir World History, A Family Story eftir breska rita sem ég kann ekki að nefna en þekktur í sínum bransa. Ok, haldur hann skoða hvort það sé á upptöku? Já. Við erum þar. Að sjálfsögðu, það bara smá OCD hjá mér. Vildu vera viss? Já, auðvitað. En það sem ég vildi sagt af það að hann rekur sögu mannkynsins út frá, hann byrja bara hjá faraónum og rekur þetta alveg fram yfir seinni heimsstyrjöld og það rekur hann það að valdið iðulega frá einni fjölskyldu til annara, frá einni ætt til annarar, frá einum hóp sem venslast saman og oftar en ekki þá þetta fólk sem alveg hellað af áföllum, áfallastreituröskun, ofbeldi, misnotkun, morðum innan fjölskyldana. Þannig að þeir sem að taka við krúnunni, þeir sem að taka leiðtogahlutverkið fólk sem að díla við gríðarlega tengsláröskun, alveg strípað af empati, samkennd og kærleik og eru bara föst inn í þessu sjúka super-egoi og tekur síðan ákvarðanir sem kostar milljónir manna líf eða lífsviðurværi og svo framvegis. Og þess vegna þegar við erum alltaf að horfa á isma, kommunisma, kapitalisma, þennanisma, hinnisman, svona framheila afurðir, þegar kannski kjarni málsins liggur í því að það að maðurinn ekki fullkominn, hann mjög ófullkominn og meðan við göngumst ekki við því að við erum með heila og huga sem þegar við horfum til þess að reyna að vera hamingjusum og eiga gott líf, þá þessi heili frekar slæm græja í það og meðan við göngumst ekki við því og gerum viðeigandi ráðstafanir, þá erum við á rosalega erfiðri vegferð og ef að manneskjan væri afurð einhvers fyrirtækis sem að horfði á að í 1000 ára að framleiða gallaða vöru og við förum aldrei að skoða hvers vegna, við bara svona tökum sénsinn, höldum bara áfram. En gallinn liggur í því að í þessu upplagi mannsins að vera að mestu hluti tilfinningakerfi okkar ofurseldur þessu varnarkerfi, flýja eða drepa og það stöðugt, það þarf svo lítið til að setja það í ganga því þetta viðbragð. Meðan kærleikurinn meira svona, hann vissulega viðbragð en til að hann sé framar en hindkerfum, þá þurfum við að gangast við honum og æfa hann. Og þess vegna væri það verkefni mannkynsins bara inn í skólakerfum, inn í menningakerfum og þetta auðvitað mannkynu búin að vera að reyna að gera með trúabröðum sínum og öðru, að vera að benda á það hana kærleikur hana líka, það hana samkennd, skilur þau, eigum við ekki aðeins að reyna að tjekka á þessu. En hitt bara svo powerful að því að þessi leiðtogar heimsins sem eru þarna, ráða ferðinni, bara bókstaflega, þeir eru svo strípaðir af samkennd, af kærleik, af því að hafa tilfinningu fyrir öðrum,
að við erum stöðugt að lifa afleiðingar tiltölulega lítils hóps mannkynsins sem stýrir öllu geiminu. Mjög góða punktur. Það bara þannig. Ég veit ekki hvað það kemur til mér núna þegar hann, Haraldur Erlendsson, geðlæknir var hérna hjá mér. Já. Og hann, þegar að það var að byrja stríðið í Úkraínu og Rússlandi, eða þegar það var komið svona aðeins áleiðis. Já. Og ég spurði hann eitthvað aðeins út í þetta og þannig að þannig á ferðinu augljós skortur og MDMA. Já, algjörlega. Og svo sagði hann, held ég líka minnum í þeim þætti að það væri áhugavert að sjá ef að það væri skilyrði fyrir því að fara inn á Alþingi eða verða ráðherra fyrir þjóð, að fara í allavega 3 ayahuasca-seremonjur. Já. Upp á þetta bara, þá er að tala bara, hlutir sem að, það er svo augljóst, þegar þú ert komin í að horfa á þessar svona stærstu leiðtogar sem eru keyrðir áfram af ákveðnum hlutum, talandi þetta sem við vorum að tala áðan með svettið, að það er eins og að sé bara rof í að þú ert ekki í tengingu við líkamann á þér. Þannig að kannski svo ákveðin klísja að tala munin á framheilanum og hjartanu. Að framheilin er alltaf að reyna að analæsa allt og skilja allt og hann er í raun og veru varnarkerfið okkar. Og meðan að hjartað og líkaminn, þar er kompassionið og samkenndin og allir þessi hlutir, sko. En þess vegna er svo mikilvægt fyrir okkur að sjá þetta í heild, ekki aðskilja þetta. Heldur að framheil og þetta sé allt í sama flæðinu og gangast við því, framheilin er fínn og góð græja, en við þurfum að hafa aðgengi að tilfinningu eins og samkennd, kærleik og öllu þessu og til þess að það geti gerst þá þurfum við bókstaflega formlega að gangast við því. Við þurfum formlega að gangast við ófullkomleika okkar. Við þurfum formlega að gangast við því að það þarf róttæka breytingar hjá mannkyninu hvernig það horfir á sjálft sig. Og ef ég ætti, gæti komið með eitthvað manifesto inn á Alþingi og staðið þar í pontu og þá myndum maður segja, látum vera hvaða isma þið aðhyllist, en ef þið setjið kærleikan inn í áttavit ykkar, að þú skoðar alltaf, er þetta gott, er ég að gera góðverk með þessu, er þetta gott fyrir aðra, er ég að láta gott að mig leiða með þessari ákvörðun og ég skoða það heiðarlega, þá eru mikla líkur á því að allir þessir hóparinn og þingi finni einhvern samnefnara. Akkurat. Þannig er þetta. Þú veist, en leið og finna, þetta er ekki gott fyrir. Þetta er slæmt. Þú þorir að horfa á þannig í staðis að segja, nei, þetta er gott fyrir isman minn. Akkurat, en þá kemur maður að þessu, svo maður sjálfur síni stjórnmálafólkinu samkennd, að bara þetta sem þú ert að lýsa, þú þarft að vera komin á svo góðan stað og vera búin að vinna svo mikla vinnu í sjálfu þér og vera svo vel tengdur til að geta verið í þessu umhverfi án þess að því að umhverfið í stjórnmálunum er alltaf að toga þig í hina áttina, sko. Þannig að þú þarft að vera alveg gríðalega flottur einstaklingur til að ná að vera það tengdur að þú haldir þér þar þó þú sérst að vinna í umhverfi stjórnmálun eins og þeir í dag, sko. Sko, já, bara, þú veist, ef þú ert bara heiðalugur, sem er mjög erfitt, gagvart sjálfur þér, og ert svona honest og ert tengdur inn í bara empatíð, þá ertu bara good to go, sko. En því miður að þá er oft mikil aggresjón og svona oft skökk ego og þessi geta, ég hef þess að getu að geta stækka mig og ég hef getun að ég get knúið mig áfram af reiði, metnaði og það er svo margt sem getur gert að auðvelt að verða stjórnmálamaður. Sem er ekkert endilega gæði fyrir samfélagið og þess vegna ratast oft inn á þing úr öllum áttum fólk sem að þú myndir ekki ráða í vinnu, sko. Einmitt. Eða þá að fara í ferðalag með. En þú veist, en á þess að fara beint, sko, í að dæma eða skilgreina það hverju sé á þingi þannig lagað, að þá finnst mér rosalega mikilvægt að hlutur eins og samkennd og kærleikur sé viðurkennt í upplagi okkar og mikilvægi þess viðurkennt án þess að það sé inn í svona gildislöðnum pakka eins og trúabrögðum eða móral. Þú veist, kærleikur er ekkert móral.
Kærleikur bara upplag sem við höfum aðganga í okkur, að við virkjum það, þjálfum það og æfum það, þá verður allt auðveldara. Algjörlega. Að því mér langaði að færa okkur aðeins inn í sko fangelsin og vinnuna þína þar og þá, svo ég flétti þetta svona sama við stjórnmálina, þá man ég eftir, ég var einu svona í Svetti hjá þér og þar var Ásmundur Einar líka og við hliðin á Ásmundi var maður sem hafði setið mjög lengi í fangelsi og var svona frekar nýlega komin út og það var svo fallegt þegar Ásmundur segi við mig eftir þetta, hann segir sko ég sat við hliðin á þessum manni og með Ásmundur hann hefur talað opinberlega erfið æsku og hann segir sko ég fatt að ég ráðherra, hann nýkomin á fangelsi, það engin munur á okkur. Þú veist, það er í raun og veru bara tilviljun að ég sé ráðherran og hann sé þarna en ekki öfugt. Algjörlega. Og þá hugsa maður bara, þú veist, mér fannst svo fallegt að því það sem, sko, því ég vil trúa því að við séum öll að gera okkar besta. En það sem gerist að það myndast blinda hliðar hjá okkur og þegar þú ert í stjórnmálum og þú ert kannski í svona efra lagi samfélagsins með háa tekjur, vinir þínir eru líki efra lagi samfélagsins, þú ert ekki með neina snertifleti við fíkla, fanga, skilur, og þá svo fallegt allt í ráðherra komin inn í tjaldið við hliðin á föngum og það engin munur á neinum inn í tjaldinu, skilur. Og þetta svona svolítið eins og kirkjan átt að vera í gamla daga og hefur stundum heppnast en stundum ekki, að það allir jafnir. Og þarna sé ég bara leiðu ég heyri Ásmund Einar tala, það augljóst að maðurinn er að nálgast vinnuna sín í stjórnmálum öðruvís en aðrir þegar hann komið með þetta viðhorf til lífsins, skilur. Ég ævinlega þakkláttur fyrir Ásmund og fyrir það sem hann gerði í fangelsismálum þegar hann var sem ráðherra og fyrir það að stíga niður á þetta plan sem við erum að vinna á og verða bara einn úr hópnum. Það er bara virkilega aðdáunarvert en leið vil ég færa þetta spjall kannski nær tíma og rúmi og tala Höllu forseta, sko. Já, alveg stórkostleg manneski. Já, flott kona. Ég verð að segja mjög flott kona. Ég kaus hann ekki. Ég vissi ekki hvaða mann hún hafði að geyma. En ég er ríkar í dag eftir að hafa kynstinni, sko. Og bara hún er nýbúin að stíga fram með þá reynslu að hafa farið í gegnum kynferðislega misnotkun sem barn og það eru mjög margir inn í fangelsum sem eiga þessa reynslu og hafa ekki náð að vinna úr henni og hafa ekki saft það bakland sem hún hafði og orðið til þess að leiða þá út í þessar gríðarlega harmsögu sem að fylgir þessu fólki, að við gleymum því oft að gerandi og þolandi eru oft sikkur hliðin á sama peningnum, sko. Og sjá hana þegar ég kem frá Manila, þar sem ég tók við þessum mannúða verðlaunum, Gucci Peace Prize. Og þá fer ég beint, daginn eftir ég kem, þá fer ég beint inn á Litlahraun og þar erum við með event og þar er Halla. Hún hafði óskað eftir því við mig að fá að styðja þetta starf þegar að sá vettvangur kæmi og þegar við ákváðum að vera með þessa jóla athöfn eða seremóníu þarna í fangelsinu núna í byrjun desember. Þá hafði ég samband við hana og bauð henni að koma sem hún þáði og hún talaði, þetta var svona metmæting í fangelsinu, það var 80 manns í salnum og hún talaði svo fallega til strákana einmitt út frá þessum hlutum þolandi og gerandi og hvað við verðum að halda hvor og tveggja. Þannig að við séum ekki þú brýtur lög og það er refsing við því og allt það, en svo verðum við að halda áfram. Við verðum bæði að grípa þolandan og hans fólk og gerandan og hans fólk og vinna þetta áfram. Þannig í salnum fór svo fram jógaseremónia, hugleiðslu og hljómheilun og það sem gerist er að Halla bara sest á sína jógadínu eins og allir aðrir og leggst niður, við leggjumst öll niður og það er alveg dauða þögn í salnum, algjör kyrrð og það eru bara skálarnar sem gefa tónin og ég rís upp við dogg og horfi yfir salin þar sem að allir liggja saman eins og einn maður. Ég hugsaði, það er hvergi á Íslandi öruggari staður en hér og nú á Litlahrauni. Og þá kemur yfir með þessu hugsun, hvað erum við að gera með þessi fangelsi? Við getum unnið þetta svona. Sá sem leiddi þessa athöfn var strákur sem hafði setið í 1,5 ár í öryggisfangels á Sogni,
verið stoppaður upp að geðlyfjum og misti málið meðan hann var þar og átti svo mjög erfiða göngu og lifði, hans fíkni ójafnvægi var mjög brútal, sko. En í dag, eftir að hafa fengið tækifæri og gripið að og tekið ábyrgð á sér og að þroska og þróa sig áfram sem manneskja, þá situr hann í 2 metra fjarlægð frá forseta Íslands og leiðir henni í gegnum jóga nýdra með hljómheilun og öndun. Þannig að, þú veist, bara þetta tóndæmi allt sem við höfum verið að tala segir okkur hvað mikið af því sem við horfum á sem normal blekking. Þegar, þú veist, kærleikurinn, hann afhjúpar svo mikið þennan sýndar veruleika sem búin til úr reiði, gremju og fáfræði. Þetta fallegt. Já, og þess vegna segir maður að forseti einhvers ríki skuli stíga inn í rými og með nærveru sinni búa til andrúmsloft þar sem allir eru öryggir og það bara kærleikur og virðing á gólfinu. Bara þessi dropi sem þarna fellur og sýnir okkur ætti að segja okkur fyrst að þetta hægt í 20 mínútur, hálftíma hann inn í fangelsinu. Hvað getum við gert til þess að þetta sé bara daglegt brauð? Þetta þarf ekki að kosta mikið. En þarna, akkurat þessi leið stærsta öryggisleið og besta öryggisleið sem við getum farið í til að búa til öryggi í fangelsi. Það með kærleik. Það með samkennd og kærleik. Það þarf ekkert að vera á kostnað öryggis, það þarf ekkert að vera á kostnað virðingu fólksgafar lögum. Þetta er bara upphafning á því að bera virðingu fyrir manneskjunni. Því allir sem eru inn í fangelsum eru manneskjur. Hvernig við ræddum þetta nú aðeins í gær eftir svettið og ég hef svo sem rætt þetta við áður, að mér finnst það svo áhugavert þegar þú hefur lýst því fyrir mér hvernig þú þarft að vera innstiltur þegar þú ert allt í að koma fyrir framann kannski helt trámaða stráka á Litla-Hrauni sem eru búin að sitja lengi í fangelsi. Því þessi strákar eru náttúrulega oft með mjög ýkt óttaviðbragð út frá sinni sögu og sinni æsku og þeir geta jafnvel verið með ákveðna ofurkrafta í að skynja einstakling og ef þeir skynja að þú ert eitthvað að dæma þá eða ert eitthvað í ótta sjálfur eða eitthvað þá eru þeir væntanlega mjög fljótir að læsa skakvast þannig að maður lítur að þurfa að innstilla sig á ákveðin hátt. Það sem mér var kennt þegar ég var að byrja þarna af vinum mínu sem hafði setið yfir 16 ári inn í fangelsi og ég var eitthvað að jarma í honum með hvernig ég ætti að hegða mér að því að, þú veist, ég er hálfhræddur við það að vera heiðalegur, ég veit ekki hvernig þessi sem ég var að vinna með, hvernig hann bregst við og eitthvað og þá segir hann við mig sem ég hef margoft sagt í ræðuriti, þetta er svo geggjuð setning, hann sagði Tolli, það er allir búnir að reyna, pabbi, mamma, presturinn, lögfræðingurinn, lögreglan, börnin, vinirnir, og það virkar ekkert. Það eina sem þú getur snert þess að stráka með kærleikur. Og það var bara eye-opening fyrir mér, þarna bara opnaðist, þetta var svona bara andleg vakning, þá skildi ég það, ef ég stíg inn í kærleik, ef ég heiðalegur, þá ekkert að óttast. Og þegar það ekkert að óttast og þú ert bara heiðalegur, ert bara komin inn til að láta gott að þið leiða, þá skynja menn það. Já. Og leið að menn skynja, þá myndast öryggi. Viðkomandi öruggum með þér, og ef hann öruggum með þér, þá heyrir hann hvað þú segir. Og við getum byrjað að eiga saman samtal. Og samtalið upp af þess að við getum byrjað að vinna saman. Það bara svona. Það bara þessi að vera heiðalegur í kærleik, það gerir þið óttalösa. Hvað með þetta við þú nefndir á það var svo vel orðið það að kærleikurinn væri ferskvara og maður verið að gefa hann áfram. Ekki eitthvað líka við að ef þú ert að ná að gefa eitthvað áfram til okkar minnstu bræður og systra og sérð þau jafnvel snúa við lífi sínu, að það væntanlega bara erfitt að finna stærri gjöf fyrir mann sjálfan, en að geta hafa haft eitthvað með það að segja að einstaklingur ná að snúa lífi sínu svona mikið við. Já, alveg 100%. Þetta eins að standa fyrir utan brennandi hús og geta farið inn og bjarga fólki út og þá rosalega erfitt að, ég þarf að skreppa í hádegismat. Já, ég
ég er búin að gera nóg, þú bara getur ekkert gert það. Nei. Þú verður einhvern veginn að byggja upp eitthvað og þannig hefur orðið til samfélag í kringum þessa vinnu, samfélag fólk sem kemur mikið úr 12 sporasamtökum, samfélag fólk sem hefur verið í fangelsum og er byrjað að vinna með okkur og fara aftur tilbaka, samfélag fólk sem að kemur jafnvel á allt öðru stað á samfélaginu úr athafnalífinu, professional business fólk sem að vinna með okkur, samfélag fólk sem professionals, þerapistar og annað sem tilheyrir þessum hópi og málið að ég hef aldrei verið að vinna fyrir neitt, ég alltaf að vinna með einhverjum og ein ástæðan fyrir því að ég hef haft þessa seglu í þetta að ég hef allan tíman að vera að vinna fyrir mig. Ég þurft á þessu medicín að halda. Þetta það sem hefur tekið mig upp úr ótrúlega erfiðum stað sem ég hefði aldrei komist út úr nema með því að gera þetta svona. Og þess vegna bara, það sem ég hef lært að látum gott af ykkur leiða og það mun gera lífið þitt svo miklu betra. Fyrir, svo alls konar skallar á því, en hafðu það bara inn í bókhaldinu hjá þér. Tími, já, peningar, láttu gott aðeinslega. Sko, ég upplifi þig þannig eins og með, fólk sem að gera mjög góða hluti fyrir sitt samfélag, að það kemur ekki frá þann stað að þú sért að gera það fyrir egóið þitt eða eitthvað ytri viðurkenningu, heldur eins og þú ert að lýsa. Þú ert að gera það því þú ert búin að ná að tjúna þig inn á þann stað að þú áttar á því þetta stærsta meðal sem þú getur gefið sjálfum þér og ekki verra að þú sért að hjálpa öðrum í leiðinni, skilurðu. En að því sögðu, þá hlýtur samt að vera gaman fyrir þig eins og núna að hafa fengið þessi friðarverðlaun og vera að fá svona ákveðna uppskeru. Það auðvitað geðveikt, eins og maður segir. Geðveikt. Það ofboðslega gaman. Og það svona fyrst fekk ég þessa miklu viðurkenningu frá forseta Íslands sem var fálkaorða fyrir þetta starf og leið og það bústaði upp egóið mitt, bara takk fyrir það. Þá var þetta gríðaleg viðurkenning fyrir félaga mína sem hafa unnið með mér öll þessi ár og mitt fólk. Þetta gríðaleg viðurkenning fyrir alla sjálfboðaliða sem að vinna inn í fangelsum á Íslandi. Svo þegar það kemur til að ég fæ þessa viðurkenningu frá Philipsey, frá Gucci Peace Awards sem eru svona eins og þeir kalla Nóbelsverðlaun Asíu þá verður það rosaleg viðurkenning, þú ferði yfir á svo stórt svið, það verður á svo stórum skalla að maður stendur upp á sviði í beinni útsendingu sem sett út til 50 milljónir manna og þú ert að ávarpa það að fara inn með mannúð og kærleik inn í fangelsi heimsins og þú ert að ég er að tilenga þessi verðlaun öllum sjálfboðaliðum í heiminum og það rennur upp fyrir manni þó að þessi sjálfsagt á Íslandi sem við erum að gera, þá bara nei, það er ekki þannig út í einu stóra heimi. Þannig að þetta er rosalega stórt skref að fá þessa viðurkenningu fyrir þetta viðhorf að í fangelsum heimsins dvelja manneskjur. Og menn í fangelsum á alls konar forsendum, og það er ekki bara fólk með fíkni ójafnvægi eða fólk sem hefur framið ástríðuglæpi heldur líka pólitíski fangar og fangelsið er mjög skrítin staður sem að það gerist ekki mikið af því að það sé farið inn með mannúð, réttlæti eða kærleik. Nei, mitt. Þannig að þetta var rosa stór viðurkenning og þessi þannig stend ég á sviði með konu sem heitir Eden Amil Ismail sem kemur frá Sómalíulandi og er þjóðhetja þar og er heimsþekkt fyrir baráttu sína gegn umskurði kvenna í Afríku og vera veginn og metin þannig að maður standi við hliðan og svona fólki, það er auðvitað stærra en ég næ upp í og svo bara frétti ég að 10 vikuna og hún var að fá risastór verðlaun í Indlandi fyrir móðir Teresa verðlaun sem vörður
mennskunar í heiminum og þetta svona eins og að vera sko í bílskúrsband á Íslandi og hafa fengið að spila með flottustu gítarleikurum í heimir, Keith Richards eða eitthvað, það fengið að vera á sviði með Keith, þú veist, að vera svo bara úr laugateknum með bílskúrsbandi og bara þú veist, og það líka segir okkur að því þetta að þegar maður ætlast ekki til neins, maður bara að vinna þetta skilyrðislaust, þá gera stundum svona undur. Já. Þú veist. Ég myndi hugsa sko núna ég las fyrir ekki svo löngu bók eftir David Hawkins sem heitir Power vs. Force. Já. Og hún svolítið þetta sko hvernig þessi gamla skilyrðingum að þú verður einhvern veginn að vera duglegur og þú verður að vera að rembast, þú verður að vera að hafa fyrir hlutunum, þú veist að það forsi sko, en raunverulegt power þegar þú ferð að tjúna inn í að vinna með alheiminum og hlutir fara að koma til þín sko, og mér fannst einhvern veginn þegar ég sá að þú veist að fá þessi verðlaun, þá fannst mér það vera svona einhvern veginn svona testament það að þú ert búin að hvíla dálítinn tíma á þeim stað að, þú veist, að einhvern veginn ævintýri lífsins og dyr að opnast og alls konar, sko. Ég get ekki talað þessi verðlaus en öðruvísi en að nefna hvernig þetta kom til sem alveg ótrúleg saga. Af því hvernig í ósköpunum eiga þeir í Asíu og Kyrrahafssvæðinu, Indlandi og Karabíska hafinu eitthvað að hafa verið að hnjóta tolla. En sagan, hún er svo skáldleg að hún er þannig að hún Sara í Eden á ferðalagi í Mið-Asíu og þetta auðvitað kona engu lík. Já, heldur betur. og alveg magnaður kennari og hún stödd í Bútan og hittir þar fyrrverandi menntamálaráðherra Bútan sem Pátvin minnum hann heiti og hann mjög frægur fyrir það að hafa sett á laggirnar það sem heitir græna skólakerfið sem Bútan heimsfrægt fyrir. Og þau sitja hérna og spjalla lífið og tilveruna og þá segir þessi maður, ég siti í nefnd sem að vinna því að finna kandidata til þessara verðlauna í Gusi, Prísaldvards og við höfum áhuga á því að athuga hvort að við finnum einhver kandidat í Skandinavíu og hvað þá Íslandi. Veist þú einhvern sem gæti kannski uppfyllt þessi skilyrði? Og þá segir Sara, hann Tolli, ég held að hann gæti alveg fallið undir þetta sem þú ert að tala um. Og svo fyrir bara í gang þessi atburðarás að það haft samband við mig, þessi aðili og síðan bara einhverjir Zoom-fundir og ég þarf að senda út gögn og jari og svo kemur bara að koma skilaboð, já, það heiður í því að fá þig með og viljum fá þig til Manila og taka við þessum verðlaunum í nóvember. Og bara, yes. Þetta hvað líkur á þessu. En samt svona þegar uppi staðið og maður finnur hvaða virðingu manni sýnt og fyrir því sem ég stend fyrir að heimurinn bara horfir á þetta með virðingu og það alveg pláss fyrir þetta á stóra sviðinu. Að þá hugsa maður, það enga tilviljanir. Nákvæmlega. Þetta einhvern veginn, þetta þurfti að gerast svona. Það einmitt, það svo fallegt þegar að maður fer að svona, að því eitt af því sem gerist einmitt held ég þegar þessi varnarkerfi fara að taka yfir þegar að maður barn þú veist, hægt og rólega og þessi verða stjórnöllum útkomum að þá fara töfrarnir og galdrarnir svolítið úr lífinu og þú ert einhvern veginn komin í þetta sko að þú verður að stjórnöllu, þú verður að stýröllu og það ekki samrýmanlegt að vera fastur í ótta og stjórnsemi og að vera með opið fyrir töfrana. Þannig að þegar maður, þú veist, að vinna, hluta því að vinna allir þessa vinnu, að ná að komast á þann stað að það byrja aftur að verða rými fyrir þetta sem þú ert að segja, allt í hennu fara að gerast einhverju hlutir sem virka eins og einhverja fáránlega tilviljanir, en þetta ekki tilviljanir. Þetta svo satt sem þú segir, sko, og það er líka sem er líka bara mjög fallegt í þig, það er hvað mikill leikur í þér, hvað þú ert svona til í að leyfa hlutunum að gerast í kringu þig, sko. Og það er það sem að, eftir að ég byrjaði þessa vegferð, að gangast við mér og gangast við þjáningu minni og þá fór maður að
skilja og sjá hvað leikurinn mikilvægt medicine, þú veist, hvað mikilvægt að hafa, við köllum það að tengja barninu í okkur og þar sé leikurinn auðvitað bara alltaf fullorðins leikur í gleði og þú veist, og þess vegna svetti svo ótrúlega flottur staður til að viðhalda sko leiknum, ævintýrinu, draumnum, fara út og leika með vinuðinum, berja trommur, syngja. Já, algjörlega. Ég sé þetta þannig að sko... Hopp í ána. Já, einmitt. Því nú ég náttúrulega að tala svolítið kannski út frá sjálfum mér, að þegar að ég var kannski svona hægt og rólega skilirast í það, þú veist, að vera fréttamaður með bindi og taka mig mjög hátíðlega og svo allt í einu bara, þú veist, hjá flestum held ég, eða mörgum það þannig að þú þurft að fara í gegnum eitthvað áfall eða eitthvað erfitt til þess að vera allt í einu til í að prófa eitthvað óhefbundið. Þú veist, og sannarlega gerist það þannig á mér, sko. Ég hef ekkert farið að fara út í hugleiðslu eða svett eða kuldaböð eða hvað þetta allt nema bara því að ég, þú veist, misti heilsunni. Ég bara fór í svo rosalegt burnout. Og þá, þú veist, finnst mér örugglega fyrir marga og kannski sérstaklega kallmenn að þú verður að fara í gegnum smá aularhroll, skilurðu, að þú veist, analítíski hausin svo mikið, hvað það, ég ekki að fara að eitthvað kyrja með einhverjum konum og eitthvað, en því meira sem þú byrja bara að prófa þetta allt og gera þetta allt, því meira fyrir að fatta að hinum megin við aularhrollin leikur badsins. Bara amen. Þú veist, ég gaf ekki eftir upp á líf og dauða, sko. Ég var ekki til í að gefa eftir, eða partarnir mínu voru ekki til í að stíga til hliðar fyrir en að ég gafst upp með báðum höndum, sko. Og þú veist, þessi stórkostlegu 3 spor í 12 spora samtökunum sem eiga sér auðvitað bergmál í hér og þar í hennum andlega heimi, það þetta að gangast við að ég vanmáttugur gagnvart einhverju hegðun, einhverju issue, ég bara vanmáttugur, ég bara þetta hefur ofurtaka á mér, sem veldur því að ég hef ekki stjórn á lífi mínu. Og það það sem maður hefur lært í búddismanum að þú veist, ef þú gengst ekki við hlutunum, þá getur ekki breytt þeim. Þannig að hann gengst maður við því að ég hef bara ekki stjórn á þeim lífi og ég bara algjörlega vanmáttugur gagvart í mínu tilfelli var þetta fíkniójafnvægi. Og svo kemur þetta, en ég trúi því að máttur mér meiri gerir mig andlega heilbrigða aftur. Ok, hvað það? Það kannski vinur minn sem situr á móti mér og að segja mér að þetta leið út úr þessu tóli og það ekki fyrir en ég bara segi já, ég gengst við hinnu að ég get fara að heyri í honum og svo kemur þriðja spörð, ok, við ætlum að gera samning það að þú ert að fara í nýja iðkun, fara út að leika, hoppa í ána, syngja sem fylgdi með, skilur og þetta það sem að þetta það sem að þess vegna sko svett svo fallegt að við tölum að fara í svett og deyja tákrannu dauða og endurfæðast og maður að því 2 í mánuði að deyja tákrannu dauða og endurfæðast þú ert alltaf að búa til pláss fyrir nýtt fyrir leikinn, fyrir ljósið fyrir ævintýrið og svona taka dálítið niður alvarleikan í lífinu. Akkurat. Þetta allt svo alvarlegt þetta ekkert alvarlegt, þetta upp í staðið en við höfum tilhneigingu til að alvarleika líf okkar af því það svo mikilvægt, það svo mikilvægt að vera alvarlegur. Þar svona fjárfestingin, þú veist. Það mjög alvarlegt að fjárfesta, mjög alvarlegt að græða og það mjög alvarlegt að vera með ábyrgð og allt þetta. Auðvitað, ekkert að gera lítið úr því, en þessi alvarleiki, hann oft á tíðum bara varnarkerfin, bara kvíði sem þú ert ekki að gangast við, gremja sem þú ert ekki að gangast við. Og þegar við höfum kærleikan, samkenndina og þetta með og þá einhvern veginn, þá minni þörf á öllum þessum varnarkerfum og þá ljósið auðveldari aðganga að okkur, það styttri í hláturinn, það styttri að hafa gaman af, sko. Og sem betur verið, þú veist, það sem að sé að tala út til fólksins að þeir eru öll í einhverju vesinni, þú veist, það flestir sem að hafa gaman að lífinu. En staðreyndin samt þessi, að við þurfum að vakna alltaf af og til.
af því að bara autopilotin, hugurinn, kerfin, þau hafa tilnefningu til að hneigja okkur inn í alvarleikann. Þannig að með því að vekja okkur upp allt af og til og einn eða annan hátt til gleðinar, til leiksins. Já, ég get ekki tala fyrir aðra en fyrir mig, sko. Ég vil bara fara mjög reglulega, sko, í kirtan, í fargufu, í svett, í allir þessar hluta, því að annars fer ég bara inn í, þú veist, það er svo stutt í gömlu munstrin, sko. Já, ef maður er ekki stöðugt einhvern veginn að skora sig á hólm. En þetta er góður punktur sem þú komst með þetta með, ég get ekki annað en tala fyrir sjálfa mig, að því eins og Gandhi sagði, sko, vertu svo breyting sem þú vilt sjá á heiminum, sko, og þegar upp í staði þá snýst þetta bara um þig, þetta snýst bara um mig, mitt líf, skilurðu, og það vill svo til eftir að hafa reynt eitt og annað að besta leiðin til að eignast gott líf er að láta gott af sér leiða. Takk fyrir mér. Þetta er í alvöru. Nákvæmlega. Ég ætla einmitt að þetta er gott að fara aðeins inn á þetta, því þegar við vorum að tala um áðan, sko, ég er nokkuð viss um að við séum með svona svipaði heimsýn á það, þegar við förum að tala um stjórnmálin og við förum jafnvel að tala um menntakerfið og við förum jafnvel að tala um það sem er að í heiminum, að þá vil ég vera mjög varkár í að, þú veist, á endanum þarf ég alltaf að fara aftur í að skoða, ok, en ég er að búa til mína tilvist og ég trúi því að það sé bara fólk hérna sem er að lifa mjög ólíka tímalínur eftir því hvað tilvist þú ert að búa til, og ef þú ert stöðugt að velta þér upp úr því sem er að í heiminum en þú ert ekki að fara að gera neitt í því, þá er það jafnvel að valda því að þú sért að fara að vera verri faðir, verri vinur. Þannig að þú veist, það er svo stutt í ef þú ætlar að fara að festast í vandamálum heimsins og einhvern veginn að þessari stóru mynd og vera eitthvað, þá ertu svo stutt í þú sér komin í öfuga æðruleysisbæn, sko. Þannig að endanum finnst mér einhvern veginn, ef þú raunverulega langar að breyta heiminum, það verður að byrja á sjálfu þér. Alveg 100% og það er, ég vitna stundum í hann Ásdísi dóttur mína sem var að vinna upp á Langjökli með ferðamönnum og var að sýna þeim ísinn og tala um hlýnun jarðar og þá stundi einn ferðamaðurinn hérna og fleiri stundum með honum og svo, já, við getum ekkert gert og þá sagði Ásdís, jú, sko, við erum dropinn sem býr til hafið, ef það er ekki dropi þá er ekkert haf og þetta er akkurat kjarni málsins. Hárrétt. Vert þú, svo breyting svo þú vilt sjá á heiminum, vert þú dropinn sem býr til þetta haf sem kemur með kærleik og von og mennsku inn í tilveruna. Og þarna kemur mín bjartsýni, hún kemur í því að vera í mínum sporum og láta gott að mig leiða er dropinn sem býr til hafið og við erum milljónir að núti sem erum að gera þetta. Algjörlega, og ef ég fer aftur inn í þessa bók, Power vs. Force eftir David Hawkins, án þess að það sé verið að gera eitthvað greinamun á milli manneskja, að þá talar hann um að fólk sem næra fara upp á mjög hátt tíðnisvið og hann nefnir náttúrulega einhverja meistara eins og Buddha og Jesú og fleiri, að þá geti smitt áhrifin að því verið þannig að þú ert í raun og vera að jafnvel að nullifæja, ein manneskja getur nullifæjað 5 eða 10 milljónir sem er á lágri vibrasjón. Þannig að það þarf ekki nema ákveðin krítískan massa af fólki að ná upp í ákveðina tíðni, þá er allir að fara að tósast með. Smitt áhrifin verða það mikil. Og mér finnst þetta falleg leið til að horfa á heimina, því þetta hvetur mann til að vera sjálfur og hugsa hvernig get ég aukið, sko, ef maður fer bara í þetta að því þú nefndir áðan Hero's Journey og þegar maður horfir á svona eins og myndirnar Dune myndirnar eða svona, þar sem hann er alltaf the chosen one og hann vill ekki vera það. Þú veist, hver er ég til að segja að ég sé ekki the chosen one? Hver er ég til að segja að ég get ekki bara haft heilmikil áhrif á heiminn ef að ég geri mitt besta til þess að hafa nær umhverfið mitt sem allra best og láta gott að mig leiða? Algjörlega. Þetta er auðvitað, ævintýrið er með þessi skilaboð. Ævintýrið er með ferðalag hetjunar og The Chosen One og býr til þessa ævintýrilegu umgjörð utan kannski hvertaslegt ferðalagði það sem þú ert nafnlaus vera sem er að láta gott af sér leiða, ferðu gennum lífið á þess að nokkur vit að því kveður en hefur samt verið meistari. Og það er svo flott að eiga bergmála þessun í ævintýrunum. En það minnir mig á það að sem að ég hef reynt að tileinka mér í samskiptum mínum við Jesús og Buddha, að það er að mæta þeim í augnhæð
að mæta þeim ekki hér, mæta þeim hérna, mæta þeim þessum manneskjum, meistarar heldur betur, kennarar heldur betur, en að horfa þannig á það að ekkert í þeim sem ekki í mér. Akkurat. Og það sem þeir að kenna, að því hvorugu þeir að skrifa því, þeir voru bara kennarar. Og hvoru Jesú var ekki kristinn og Búdda var ekki búddisti og sama með Konfúsíus, hann skrifaði ekkert. Þeir voru bara í kennarar í meltu máli og þess vegna hérna finnst mér finnst gott að vita af Jesús dálítið my personal Jesus, þú veist. Þegar ég fyrir fram úr á mótnana þá situr hann í gallabuxunum og sandalunum við hliðina með hippa hári hérna þú veist og hérna og við slömmum saman hnefa, ok, gerum þetta góðan degi, gott að vita þér, gott að hafa þig með og að Búdda sé bara gauri með verkfærakistuna, ok, hvað skiptir líkil þarf ég í dag, hvernig þarf ég að herða rúna eða losa eða, þú veist, búddismin svo praktískur, hann svo fallegur, hann svo stórkostlegt verkfæri og ef ég horfa á það þannig og fatta ábyrðin á því að sko, það sem ég sagði við náunga, ég var að læra sjamansvett í Skotlandi að gamall hippi og tali bara búddismen og ég sagði ég trú ekkert á Búdda en ég iðka búddisma bara, yes og það sama ég veit að það sem Jesús kennir dálítið mikið að þú verður að trúa og það sem gerist í því þegar þú ferð að iðka eitthvað og það fer að virka þá kemur trúin svona bara automatist svona án þess endilega þetta sé tilbeiðsla sem tekur frá þér ábyrðin á því að halda sjálfur á iðkuninni. Akkurat. Og hérna já, þetta finnst mér rosalega mikilvægt. Það að finna sko þessa jafningja nálgun milli meistarana og okkar sauðsvarts almúans þannig að ég finna alltaf að ábyrðin alltaf mín, ég get ekki sett þetta á Jesú það gott að hafa hann hérna maður, wow þetta frábær punktur eða Búdda sko þetta náttúrulega það sem fallegt við 12-spórakerfið að það ekki hierarkía skilur en það sem gerist einmitt eins og þú segir leið og við erum komin í það að við erum að horfa og svo alltaf einhverjir prestar sem orðnir einhvern veginn ég er sko handhafi Jesú og jörðin og þegar það líta upp skilur og þá er maður bara svona þarna byrjar mannlegt eðli og stofnanirnar byrja að skekkja boðskapinn sko við sitjum þetta upp með þá sögulegu staðreind að við eigum trúarbrögð sem rísa upp frá kennslu þessa fólks og það það sem við sitjum upp í dag þess vegna horfum maður dálítið á því við höfum presta, þeir eru misjafnir sumir eru frábæri algjörlega eins og hann sér að Bjarni þú veist algjörlega og bara og þetta svona valkvætt og hérna ég er ekki innvígður í neinn ég er innvígður ég var vígður inn í búddisma út í London rendi mér í gegnum það en þú veist það trufla mig ekkert mér var svo gaman að fara í seremoníuna og láta taka hár úr skalla mínum, það var ekki tár hann bara lét eins og það væri og það var svona tákrænt og talaði mig svo inn í það nú er ég innvígður í það sem heiti svörtu hattarnir, kaki linni í típiskum búddisma og það er þar sem ég hef lært sko en hérna inntakið er alltaf það sama það er alveg sama þess vegna hérna á ég á gott góða samferð með fyrstu þjóðum Norður-Ameríku í því sem þeir hafa kennt okkur í gennum svettið og allstaðar það sem maðurinn er að fást við þetta verkefni að vera manneskja þá eru menn að díla við eitthvað lögmál sem hefur að gera með mannin maðurinn er afurð eins og allt annað í náttúrunni bara afurð náttúrunnar og allt í náttúrunni lítur lögmáli þannig að við lútum einhverju lögmáli bara eins og aðdráttarafl bara tímalaust og staðlaust þá lítur maðurinn einhverju lögmáli þar sem við erum öll í einu samnefnara allir jarðarbúar og í þeim samnefnara er kærleikurinn
Hann dúkkar allstaðar upp meðan allara menningahópa, alltaf. Maðurinn alltaf að reyna að grípa í þessa súrefnisgrímu á ögur stundum og alltaf með þetta inn í arfleiðin og einn eða annan hátt, þið verða að finna þetta, þið verða að æfa þetta, þið verða að hafa þetta inn í myndin, annars fer illa. Og þess vegna er þetta að finna á öllum tímum, hjá öllum menningarhópum, skilabóðum, samkennd og kærleik. Það er nefnilega áhugavert, því það var svona smá breyting hjá mér þegar ég fór að horfa á Jesú og kristni, í staðinn fyrir að horfa á, þú veist, við erum alltaf skilyrt í trúarstofnuninni sem er kirkjan. Sko, eitt er upprunalegi boðberinn, svo koma trúarbrögðin og svo koma trúarstofnanirnar. Og þegar að fólk er komið í mikla andstöðu við kannski kristni eða Jesú, þá er það ofta því það er í andstöðu við það sem stofnanirnar hafa gert rangt í gegnum tíðina. En það er ekki andstöðu við upphaflega boðskap Jesú Krists. Nei. Skilur, og þá finnst mér svo gott að horfa á þetta sem svona Christ consciousness eða Krists vitund. Já. Og sumir vilja meina að nú sé Krists vitundin hafi aldrei verið að koma sterkar inn í heiminn heldur en akkurat núna, sko. Og það náttúrulega talaðum í mörgum menningarheimum að við lifum á ákveðnum spádómstímum. Já. Það er áhugaverðir hlutir að gerast. Ég man þegar amma sagði mér frá því að það voru spádómstíma þegar hún var ung og það var heimsendir framundan og daginn fyrir heimsendið þá fóru betri borgarar Reykjavíkur inn í gasstöðin á Hlemmi, það stóð tankurinn tómur og þar fóru þeir inn og það var svona general orgía á kvolfi og menn gáfu hringa og gimsteina og voru með alþýðu fólki í eitthvað mikið gangi. Svo reis dagur á ný og ekkert að frétta. Þá fóru mennarinn að endurheimta hringan og gullið frá. Þannig spádómstímar eru oft Já, við lifum nánast alltaf á tímum þar sem einhverjir er að spá heimsendi, sko. Já, en hins vegar, ég trú á því við alveg klárlega menningarlega og pólitískt og félagslega erum við á miklum umbreytingatímum, bara algjörlega 100%. Ég fer í optimistan þarna, sko, bjartsýnina, því ég vil meina að við lifum á einhvers konar spádómstímum af því að ég bara vil trúa því að mannkynið sé ekki svo langt frá því að stíga upp á nýtt vitundastig. Ég bara er með þér. Er það ekki? Ég ætla að vera þarna. Já. Þú veist, mér finnst ég vera búin að finna fyrir þessu. Nei, ég meina, sjáðu, bara þessi vinna eins og ég og við svo mörg þegar þú vinnur með einhverju sem er svona on the dark side of the moon, þú ert að vinna með brotnar mannesku sem eiga engan séns og eiga kannski grimma ofbeldissögu að baki og allt þetta og þú fer að vinna með það og þú fer að vinna með það bara út frá þinni eigin reynslu sem manneska og svo fattar þú bara, við erum bara eins. Þessi manneska þarna og við erum eins þó að það sé sikkur sagan og afleiðingi sé grimmar hjá henni en mér og svo framvegis og við finnum að sama leiðin sem ég hef notað, sem ég hef lært af öðrum er að virka fyrir þennan, þá kemur þessi sammennska reynsla að samkennd og kærleikur getur heilað okkur alla þann hátt að við getum tengst uppruna getu okkar og það er eitthvað sem ég hef lært hjá mínum þerapistum og á þessari vegferð og sem rímar svo við aðra arfleið sem maður hefur lært, það er að við fæðumst öll í uppruna getu. Það er svona demanturinn í lótusblóminu og þess vegna þegar ég segi við terapista minn, já, þú veist, mér langar svo að heila mig, hún segir, nei, þú ert heill, þú er allan tíman verið heill en þú ert á leiðinni heim og það sér maður gerast með mig og aðra í kringum mig, það er að mín heimkoma eða endurheimt míns uppruna sjálfs er ekki þannig að ég er að ná í eitthvað hér og ná í eitthvað þar til að setja í mig, nei, ég er að sleppa og fara dýpra og dýpra og þetta hef ég séð með mitt fólk sem er að koma frá mjög dimmum stöðum, hvernig það fer að skína meir og meir af einhverju sem var allan tíma. Já. Þannig að við erum, þú veist,
Búdda segir, við erum öll fædd með Búddaeðli. Búdda býr í þér og öllum öðrum. Og Jesús segir, himnaríki býr innra með þér. Við erum öll með þetta ljós. Það sem gerist, og þá förum við aftur yfir í þessa trámasögu mannsins og þessa afneitun mannsins á að hann sé ekki fullkominn. Já, það sem gerist þegar við lendum í þessum áföllum og mótbyr með að við erum hvítveðungar og ómótaðan heila, að við förum í tengsla röskun við þessa upprunagetu og förum að lifa í afleiðingunni. Þannig að samband okkar við sjálfið er laskað og rofið. Þannig að það sem mér finnst alltaf flott, það er að þegar að partarnir, sem er alltaf það sem ég aðhyllist, svona þessi partarina, að þegar ég meiðist, þá verða partarnir til og þeir loka sig utan sjálfið. Þetta er svona grafískar útlínur á fyrirbrigðinu. Þeir loka sig utan sjálfið. Þegar ég fer að vinna með partan og gangast við þeim, þá koma þeir í ljós einn af öðrum. Og ég mæti þeim með aðstoð, þá mæti ég þeim með allir þeirri ást og allir þeirri kærleik sem ég á. Og þegar að þeir fara að sýna sig og það fer á loft þá kemur sjálfið hérna í gegn. The self. Og þegar að það kemur, eins og ég er að fá að upplifa, þá finnum maður alveg 100%, já, þetta er ég. Það er bara svona, vá. Þú veist, ég er einhvern veginn í dag í andiri þessarar upplifunar og gríðarlega þakkláttur fyrir að hafa haft úthaldið og hafa fengið að hitta þessa fallegu kennara sem hafa leitt mig áfram, sko. Kennararnir eru bæði fólkið sem ég hef hitt inn í fangelsum og svo hámenntaði þerapistar og fólk sem að veit sínu viti þar. Þetta er allt sama. Ekki góð leið til að líta á lífið að kennararnir eru víða. Þeir geta leynst bara, þú veist, einhvern veginn. Það var eitt af því sem breytist svona þegar heimsmyndin breytist hjá mér, þegar ég fór að þora að gera óhefbundna hluti og allt þetta, sko, þá fór ég að fatta einmitt að ég veit ekki hvar næsti kennari birtist mér, sko, en hann getur verið í hverjum sem er, sko. Já, alltaf á hverjum degi, það var alltaf eitthvað. Og svo er svona þessi pollíinu djókur, sko, þegar að maður hittir einhvern fáetan og það þetta var meistarinn, það var að kenna þér, en svona, alltilega að hafa smá húmor í þessu, en þetta er bara satt, þú veist, þegar maður lendir í einhverju sem stuðamann og triggerar einhverja gremju eða eitthvað, að þá byrju, hvað var þetta sem þessi var að sýna mér? Hvað var þetta? Getur skoðað það aðeins. En sem, þú veist, frá morgni til kvölds, frá degi til dags, þá er ég alltaf að díla við þessa jafnvægislist. Þú veist, dagarnir er alveg svona og mér líður alveg svona og allavegna og þú veist, en geta mín til að gangast við því og hvíla í því og vera sáttur með að ég sé bara eins og ég er, að það er mitt nirvana. Það er bara, Það ég myndi að hugsa sko, þegar þú ert að segja þetta, þá held ég að þegar fólk byrjar kannski á einhverju svona, sem maður á að kalla einhverju andlegri vegferð eða einhverju svona sjálfs, þú veist, að byrja að skoða fortíðina sína og alla þessar hluti, að þá held ég að fyrsta hugsunin er einmitt að, þú veist, lífið eigi ekki vera svona sveiflukent og þú vilt bara ná einhverjum, þú veist, og það er aftur þetta þegar eitthvað verður einhvern veginn, en reynslan svona með ef ég tala út frá sjálfum mér og líka bara með fólk sem ég þekki sem að mér finnst hafa unnið mjög mikla vinni í sjálfu sér, að þá er þannig að sveiflurnar eru að ná fram, en á bakvið er komin einhvers konar sátt og eitthvað sem veldur að það er komið meiri fjarlægð. Þú ert ekki lengur alveg keiftur inn í þetta allt, skilur. Akkurat. Það er eiginlega það sem að, maður finnur að er meira og meira tilgangur með þessu. Nú er ég 72 ára, sko. Og hvað ætla ég að gera með hann að tíma? Hann er bara, það sem lífið snýst mest núna, það er að finna sátt. Og það gengur bara vel. Það er búið að vera, þetta er oft verið fjandi erfitt, en aldrei leiðilegt. Og að finna sátt, að geta
geta sett nafnið á málverkið svona, ég sáttu með þessa mynd, ég merkjana. Og það líka skilaboð úr andlegri arfleið, sko, að eins og í Asíu, eins og maður heyri svona úr þessum búddíska skóla og eflaust verið við það, þegar að þú ert komin svona yfir 60 og nálgast 70, þá áttu bara helga lífið þitt í að finna sátt, hvíla í því sem hefur gerst og vinna úr því og finna sátt. Að því að hérna ég held að það sé rosalega erfitt að berjast á móti ókláruðum verkefnum og óunnum tilfinningum og vera með grasserandi harmin í sér og vera orðin harðfullorinn og finna, ég kemst ekkert undan þessu. Ég held ég að það sé töff, það er töff. Einmitt, og það er svona svona held ég því fyrr sem að fólk nær á allan og einhvern nátt að tengja við þetta, að því svona meira ert að búa í haginn. Já, það verðist ekkert gerast nema að þú fáir skellinn, sko. Þetta er aldrei leiðilegt, þetta er ekkert næs, og ég trúi því að það sé nú alveg góður fjölda af fólki, þú veist, sem fer í gegnum lífi svona bara sometimes happy, sometimes blue, that's the way I'm passing through, þú veist, og svo bara kveður það og lífið var svona, en við sem þurfum að gefast einhvers staðar upp til að geta byrjað upp á nýtt, öðruvísi náum við ekki að vinna þessa sátt. Nei, og öðruvísi allavega, svo ég tali fyrir mig, sko, öðruvísi einhvern veginn bara hæpið að þú náir hreinlega að klára ævina, sko. Þú veist að það ekki svo skrítið, sko, maður hugsar út þú veist, eins og fyrir mig, hvort sem að það þú veist, að hafa farið í, þú veist, einhvers konar andlega vinnu eða farið inn í psychedelics eða þetta og stundum maður bara, akkur ég gerði ég þetta, skilur, og þetta nú of erfitt og eitthvað, en þá kemst ég alltaf sem við niðurst, en þetta var aldrei val, sko. Nei. Það var aldrei val, þetta bara, þú veist, leðu reyna, ég vildi ekki að þið fara tilbaka, nei, það var aldrei val. Þetta hérna kallar á eina litla sögu sem kemur úr heimildamyndinni Finding Joe Simpson, og er sagandi sú að það er þorp í Suðaustur Asíu, það sem fólkið er búddistar og þá óskaplega fallega gullstytta Búdda, og það er hér að koma á norðan sem sækir á þorpinu og þorpsbúarnir ákveða við verðum að grafa þessa styttu í mold, við verðum að fela hana áður en þessi hér kemur. Þeir gera það og svo kemur þessi hér þarna niður og sigrar þetta hér og þeir setjast bara þarna að, og þannig að þetta er hersetið hér og svo líður tíminn 200 ár. Þá er eitthvað lítill krakki út í skógi með prik og að lemja svona í hólinn, þá birtist allt í hennu smá gullblettur og hann lemur meira og þá kemur í ljós hendi. Litli pjakkurinn hleypur niður í þorp og segir, komið að sjá þið, ég er búin að finna að það er hendi þarna, og allir hlaupa hann upp yfir, og þá sjá þeir þessa gullhendi og þá kemur spurningin, haldið að fólki hafi farið svo bara heim? Nei. Þú grefur upp allan hólinn til að sjá alla styttuna, og þegar við í okkar sjálfsvinnu sjáum glitt í gullið, sjáum bara, er þetta virkilega Tolli? Er hann svona fallegur? Já, við skulum ekkert að spá í þetta með það. Nei, þú átt engar að kosta völ. Einmitt. Þú heldur áfram. Einmitt. Og þú hættir ekki fyrir bara ef þér gefst tíma og geta til fyrir þú birtist allur. Og bara býsna falleg mannvera, já, ok, takk. Nákvæmlega. Já, ég bara svona í lokin, þetta er mögna því ég er nú búin að þekka því þó nokkuð tíma, sko, þetta er mögnuð vegferð, sko, því svo náttúrulega ertu líka búin að, þú veist, fara í gegnum krabbamein og þú ert búin að vera að klífa á fjöll út alla koppagrundir hér og þar í heiminum og, þú veist, að því þú sagðir áðan, þetta er aldrei leiðilegt. Nei. Ég hef alltaf séð, þegar ég kynntist þér og Sollu Eiríks á svipuðum tíma og ég man þegar ég var innan einhver bæði og ég sagði svona, þetta er fólk sem að þú getur sakað ýmislegt en ekki að þau séu löt. Nei, það er svona hluti af trámasögu minni að ég hef þurft að vera á ferðinni eins og hákarlinn. Ef ég stoppa að þá finnst mér ég deyja, sko.
Já. Ég sæki súrefni svo mikið inn í og tungumálum mitt svo mikið framkvæmdir. Akkurat. Ég tala til þín með því að byggja hús. Þannig var voru partarnir minni voru svo sterkir og svo powerful og þeir voru svo mikið að verja mitt brotna sjálf, eða sjálfið heilt en þessa parta mína sem eru útlagar eins og sagt sem liggja óbættir fyrir garði og þessi parta rís upp til að verja þá og þá er þeirra tungumál að sýna þessa miklu getu, þetta miklu power. Ég ligg ekkert brotin og yfirgefin lítið barn eða drengur ég sterkur og ég stór sjá það ég að byggja hús, hvað það ykkur þannig að powerið mitt sem ég þakka fyrir þessa parta, þeir hafa gert lífið skemmtilegt og uppruna sjálf mitt hefur haft þessa getu vissulega en þetta bara svona verður líf mitt samtvinnað af orsök og afleiðingu og með þetta verkefni þarf ég að finna sátt. Ég þarf að vera sáttur við þessa líka, skilurðu. Akkurat. Þetta bara verkefnið. Nei, ég tengi við þetta, ég svolítið svipaður með að vera á ferðinni og ég svona nýlega mitt og einu sinni horfði á þetta bara ég, skilur að vera einhvern veginn alltaf á ferðinu og alltaf að gera og græja, svo kemur svona punktur þar sem ég fór að dæmi þetta svolítið, það sem kemur svona þú ert ekki góður í að slaka á, þú ert ekki góður í að gera ekki neitt, skilur, en núna ég aftur að taka þetta í sátt, af því að þetta alveg gott líka, skilur, að það gott að vera atorkusamur, það gott að vera duglegur, það gott að sé drifkraftur í manni og allt þetta, en það bara maður sé að gera það, láta það vinna í þáu sína og það sé að þetta fara ekki í rangar áttir, sko. Já, það aldrei þetta að vera meðvitað, hvíl í því. Ég veit af hverju ég að gera þetta. Ég sáttur við það, en í staðis að vera bara eiginlega á hlaupum undan einhverju. Og þannig að þér líður ekkert vel í afreikjuna. Þér líður ekkert vel í árangurinn, þú veist, en þú verður samt að halda áfram. Þá er breytingin þessi að skilja af hverju þetta finna sáttina með það og jafnvel eiga samkomulag við eitthvað svona part, ef við ekki að gera eitthvað. Þú veist, já. Dásamlegt að fá þig í heimsókn. Já, takk. Og bara takk fyrir alla þína góðu vinnu í þágu samfélagsins okkar. Takk svolítið, sömuleiðis.